Fundarstjóri, formaður Sjálfstæðisflokksins, kæru landsfundargestir. Leið og ég óska konum innilega til hamingju með aldarafmæli kosningaréttarins og gleðst yfir öllum þeim merku konum sem gegnt hafa forystustörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn og starfað með okkur á mörgum sviðum. Langar mig að minna á eitt mikilvægasta slagorð sjálfstæðisstefnunnar: stétt með stétt. Það þýðir að viljum við ná árangri og þroska, megum við aldrei upphefja einn hóp umfram annan. Við erum nefnilega öll jöfn og eigum að hafa sömu tækifæri til að blómstra. Ég óska okkur öllum innilega til hamingju með allar okkar glæsilegu konur, ekki vegna þess að þær séu konur, heldur frambærilegir og stundum afburða einstaklingar. Tilveran snúin, kæru félagar, þegar kemur að mannlegu eðli. Þess vegna nær engin árangri með því eingöngu að sjá það sem augun nema, heldur nauðsynlegt að kafa dýpra og sjá heildarmyndina alla. Við þurfum ofta að kafa djúpt eftir dýrustu perlunum og þær grafast oftast djúpt í sandinn. Einstaklingur sem læðist hljóðlega með veggjum og biðst auðmjúklega afsökunar á því að taka of mikið súrefni frá öðrum, getur geymt þá dýpstu og mestu visku sem við höfum kynnst. Þetta getur verið leiðtogi sem við þurfum til að vaxa og blómstra sem flokkur og þjóð. Kraftur, viska og fegurð getur leynst í einstaklingum á báðum kynjum og öllum aldri. Þess vegna mikilvægt að leita vel með gagnrýna og víðsýna hugsun að leiðarljósi. Best væri ef við fyndum leiðtogann í okkur öllum og næðum að vinna saman sem stór og órofa heild. Við eigum að finna samstöðu með öllum hópum innan flokksins. Þá eru okkur allir vegir færir. Svo komum við að því sem okkur í verkalýðsráði þykir mikilvægustu forgangsmálin og erum sem betur fer ekki einum það. Annað að skapa ungu fólki tækifæri til að eignast húsnæði og bæta samskiptin á vinnumarkaði. Við höfum haldið fundi þessi mál og þeir munu verða miklu fleiri. Þar sem fengnir verða einstaklingar með þekkingu og reynslu sem munu hjálpa okkur að vinna þessum málum brautargengi. Við fögnum því að flokkurinn okkar á sama máli. Séreignarstefna í húsnæðismálum það eina sem að dugar. Eign fyrir alla gamalkunnur slagorð Sjálfstæðisflokksins sem við eigum að halda á lofti og koma í framkvæmd. Ungt fólk kaupir húsnæði og verður búið að borga það upp þegar að ævikvöldi hnígur. Þá þarf ekki að borga leigu og möguleiki að minnka við sig og eiga einhverja aura í afgang. Þetta mun svo minnka álagið á ríkið því að fólk sem á eigið húsnæði og þarf ekki að borga leigu getur jafnvel minnka við sig og átt afgang, að það verður aldrei sami baggi á ríkinu og þeir sem að þurfa að borga háa leigu fram á grafarbakkann. Varðandi vinnumarkaðinn þá getum við ekki lengur horft upp á sömu deilurnar og hafa staðið miklu lengur en elstu menn muna. Það nauðsynlegt að skapa traust milli aðila vinnumarkaðarins. Það tekur langan tíma. Þess vegna þurfum við að byrja strax. Verkföll hafa lamandi áhrif á samfélagið allt og þess vegna væri mikill kostur að geta útrýmt þeim í eitt skipti fyrir öll, en það kostar mikla og stöðuga vinnu. Við munum halda opna fundi og ræða þessi mikilvægu mál og vonandi tekst okkur að koma með sannfærandi lausnir í vor, að minnstakosti lykil að góðum lausnum. Við í verkalýðsráði viljum af öllu hjarta leysa þessi mál og munum að vilji allt sem þarf. Takk fyrir.